Ég ætla ekki endalist babla þetta maður, það alveg sko bara, maður opnar bara fyrir flóðgáttirnar, heyri ég. Góðan og blessaðan daginn, vinnur minn. Blessaður. Hörru, það nú að fara að líða jólum. Jöp. Líða fyrir að jólum. Já, hvernig sem þetta var. Já. Hörru, ég sé það, Söguskóðun hlaðvarp á Facebook búin að fjallaði sér Jesús. Jöp. Les Ruines. Já. Það var svolítið áhugaverð bók, mér var svolítið svona, já, skemmtilegt kastinningur og svona. Ég var einmitt mér okkur til þess að gera þetta nú með þættina. Því náttúrulega rekst oft á eitthvað kvót að hittu þetta sem áhugavert, eins og þetta. Svona fyrsta svona nútímar riti sem til dæmis þá, já, að bera brigður á tilveru Jesús. Þú veist, það áhugavert fyrirbrigði. Og sérstaklega líka því að fann bókina mér sem þarna inn á þarna Archive eða hvað heitir síðan. Já. Þannig að maður getur meira að blaða við ef ykkur áhuga á því. Nákvæmlega, algjör snild. Herðu, já, við erum komin hérna saman í hlaðvarpinu Söguskoðun, einu sinni sem oftar og það eru jólin að gangi í garð. Og við gerum það nú hérna fyrir 2 árum síðan að við komum hérna saman og ræddum jólathema í jólaspecial. Við náðum nú ekki að vera með jólaspecial í fyrra. Nei. En þetta nú kannski svona jólaþáttur, þú sé nú kannski ekkert special við hann, sko, held ég. Nei. Nema það, maður kannski fæ sér jólabjór. Já, já. En Já. En já, það já, ekki óvægt að segja það að það var þetta leiti fyrir 2027 árum síðan að það fættist lítið barn. Já. Í litlum bæ við botn Miðjarðarhafs sem átti heldur betur eftir að draga dilku eftir sér. Já, algjörlega. Já, ég held að sé óvægt að segja þetta sé nú kannski eitthvað mikilvægasta fæðing sögunar. Svona síðari tíma allavega. Svona síðan elstu menn munna, sko. Já. Og það einmitt áhugavert, þú bendir auðvitað á það núna að þú varst að segja hversu mörg ár eru síðan að Jesú náttúrulega fættist ekki árið 1. Setni fræðimenn hafa nú komist að því að öllum líkindum fættist hann kannski svona 6 til 4 fyrir Krist. Flestir fræðimenn eru svona að halda þeim árum á lofti. 64 í mitt. Já, eitthvað þannig. Já, fyrir Krist, sko. Hann fættist fyrir Krist, sko. Já, svolítið áhugavert. Hann fættist 4 árum fyrir Kristburð. Nákvæmlega. En það náttúrulega líka, sko, líka þetta fyrirbrigð okkar, þetta fyrir eftir Krist. Ég var ná að skoða þetta núna bara rétt á hann. Ég verði ekki, ég hafði ekkert eitthvað spáð mikið í því, en það náttúrulega var munkur, Dionysius Exiguus, sem uppi var á 7. öld. Hann reiknaði þetta út og setti fram þetta anno domini ártal. Þá, þú veist, á því herrans ári.
Þannig að auðvitað, og þannig erum við að tala að þetta munkur sem í dag sko kannski Búlgaría, norðurhluti Búlgaríu Rúmenía, það svæði og sem var að reyna að reikna þetta út og hvað við segja 500 og eitthvað, þú veist, það er náttúrulega takmarka eitthvað að hafa með gögnum og slíkt, þannig að það er ekki komin einum á óvart að hann hafi misverknað sig þetta nokkur ár en þó áhugavert að hann hafi samt áhugavert að hann hafi náð að reikna sig sko svo langt aftur og svona nokkuð nálagt mögulegri fæðingu Jesú. Hvernig reiknaði hann þetta út? Það er nefnilega það, ég þekki ekki þá sögu þannig ég þóru ekki að fara að segja nákvæmlega það en ég myndi samt skjóta á það hann náttúrulega er með einhverja föst ártöl sem hann þekkir og svo setur þau saman og svo reynur að reikna aftur hvað mörg ár síðan þessi atburð átt sér stað og eitthvað svona og þetta náttúrulega hefur verið mikið vandamál sko upp í gegnum söguna þegar menn voru ekki með samhæft ártal þetta svo til dæmis bara úr það rannsaka, hvað við segja, til dæmis Grikkland til forna hvert borgríki var eigið ártal Aþenu var með sitt eigið og Sparta og Þeba og allar þessar borgir þannig að þetta alveg töluvert að vinna síðan að setjast niður og sérstaklega þegar menn voru þá að vinna á sínum tíma og samhæfa þetta allt og reyna að finna út sko, hvað gerðist hvenar en ef maður ætlar að vera alveg rosalegur svona trúar svona fundamentalisti ætti maður þá ekki að sko segja sko að núna sé raun árið 2019 sko þú veist -4 ár bara lagfara þess enna miskilning sko frá 70 öld og taka svo alltaf bara -4 ár það er spurning það er 2020 að fara að byrja núna það er spurning alltaf lítið auðvitað degi þannig ef að menn vilja upplifa það skemmtilega ára aftur nei, ég segi nú bara Holosen tímatalið sko ég var að býja eftir að Holosen kemi við erum ennþá að vinna að því að hérna, kallin á stoppfund í íslenska Holosen félaginu það er ekki alveg búið að útbúa sko. fundabóðið ennþá sko en við erum ennþá að safna meðlimum sko einmitt það fyndið maður einmitt en við hérna ætlum að ræða þess hann Jesús Jósefsson frá Nasaret í þættinum í dag og Jesús sem sögulega fígúru eða sem sögulegan mann sem var og hét og gekk hér á þessari jörð og þetta hefur Jesús verið þetta umtalaði mikið og kemur fram í alls konar myndum og hérna náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega trúar náttúrulega svona karakterskilur en hann var náttúrulega alveg til sem maður og það auðvitað kannski rétt að þú veist segja það náttúrulega skilur að Jesús Kristur auðvitað sem trúarfígúra skilur er ekki það sama og Jesús frá Nasaret Jósefsson skilur endilega nei, ég veit og maður getur auðvitað að spyrja þar auðvitað að sko lang flestir fræðimenn eru sammála það að einmitt að það hefði verið til þessi sögulega persóna og þá einmitt Jesú og svo er aftur á móti síðan bara spurningin sko hversu mikið veit maður þá þessa sögulegu persónu hversu mikið svona veit maður hversu mikið er kannski óljóst líklegt, ólíklegt, eitthvað þannig og svo náttúrulega þessi trúarlegi hluti þá er náttúrulega eitthvað annars og þá þannig að maður getur gert mun þó einmitt á eins og segir sko Jesú Jósefsson eða Jesú Kristur Hérna er þetta ekki komið úr hérna Jósúa Jú það sem þetta orðið er komið síðan yfir í grísku og latínu Jú þetta er Jósúa þannig að þetta er alltaf bara gríska útgáfa nefnt af því nafni og mér skilst að þetta hafi verið bara svona eins og Jón Jónsson eða eitthvað í Palestínu á sínum tíma þetta var bara svona mjög algengt nafn mjög algengt og vinsælt nafn bara eins og þú veist Jón og Jóhannes og Ívan og allt þetta, öll þessi nöfn þá Evrópu eða Múhamed og Ahmed og allt það í íslenska heimi en síðan náttúrulega samt líka áhugavert að skjóta því inn að það er síðan svona jaðarhópur sem maður getur kallað svona góðsagna menn sem bera brigður á þá
tilvist Jesús sem sögulega persónu Einmitt. og reyna þá að færa hínu þessi rök fyrir því og ég svo sem ég var kynnt mér þann litteratúr aðeins, ég náttúrulega getur að sökkva mér í það en ég kynnt mér það aðeins en það er alveg ástæði fyrir því að það er jaðarhópur og við getum að tala um það meira seinna en það er alveg mikilvægt auðvitað að skjóta því inn. Af því það er auðvitað alveg allt frá því að vera bara samsæriskenningasmiðir yfir í sprenglarðir guðfræðingar, eða ekki? Sem að halda því fram. Einn guðfræðingur. Ok. Það er það sem er áhuga, sko, að það er einn guðfræðingur þá menntaður í Nýja testamentis fræðum sem hefur haldið fram Jesús góða sög. Svo er víst einn annar sem er guðfræðingur, hann er þá menntaður í Gamla testamentinu fyrst og fremst. Já. Og er þá einmitt að draga parallela til Móses og þeirra sem þessar svona patriarkana, gömlu feðrana sem margir guðfræðingar telja kannski að ekki hafa verið til. En það er raun og veru bara þessi tveir sem eru þá kannski guðfræðimenntaðir og svo er eitthvað örfáir innan svona klassískara fræða eða fornmentana. Já, ok. En þetta er algjör jaðarhópur og ég heyrði með eitthvað sem hafði búið til eitthvað rosa reikni líkan til þess að reikna þetta út og hann komist að því að það var 1/12.000 að Jesús hefði geta verið til. Já. Ég kannast nú ekki við hvað aðferðum hann beitti við það. Nei, ég kannast ekki við það. En svo sem ekki mjög algengt að nota eitthvað svona reikni líkan til þess að skilja sakfræðin. Og það sem er alltaf áhört í því að þetta er venjulega þetta mjög, þetta verður oft, þetta eru langsóttar hugmyndir og þetta slagar oft út í einmitt samsæriskenningar og svona hín og þessar svona einhverja jaðar hugmyndir og venjulega þannig til þess að menn eru líka með eitthvað agenda, sko. Menn eru með einhverja heimsýn og einhverjar aðrar ástæður fyrir þeir sem halda þessu lofti. Já. En ég svo fyrir mig við getum byrjað að kannski mögulega að tala bara hvað veit maður Jesú og hvað getur maður sagt þessa sögulegu persónu. Já. Er eitthvað sem að allir eru sammálum? Sko ég hef heyrt í fleygt fram að það er alveg gríðarlega margar mismunandi skoðanir á þessu máli. Og það er endar alveg ótrúlegt þegar maður skoðar bara hvað þetta hefur verið ótrúlega mikið stúderað af guðfræðingum og alls konar, sko. Já, ég myndi skjóta að það sé engin persóna sem við skrifa jafn mikið bara í mannkynssögunni og Jesú og ekkert rit eða engin bók sem hefur jafn mikið rannsökuð á Biblían. Já, mitt. Það er bara alveg á toppnum yfir trónum og höfuðherða yfir allt. Já, alveg magnað. Með við sko hvað það er þannig sé lítið af heimildum hann þannig sé en ok, svo já, það var einhver sem sagði sko að það eru sko milljón mismundi skoðanir á þessu en ef það er eitthvað sem allir eru sammálum þá er það að hann hafi sem sagt fæðst í Palestínu og að hann hafi verið gyðingur. Já. Og að hann hafi komið að stað trúarhreyfingu, sagst vera Messias eða sagst vera sonu Guðs. Ja, það er umdeilt. Það er umdeilt, já. Allavega, hann hafi komið að stað trúarhreyfingu. Já. Og svo að hann hafi verið krossfestur. Já. Þó að það sé kannski líka umdeilt. Það er nefnilega það. Sko innan sko fræðana og fræðasamfélagsins, hvort sem það eru sakfræðingar eða guðfræðingar eða hvað sem að líta á það þá eru allir sammála að Jesú hafi verið krossfestur. En múslimar trúa því ekki, því í Kóraninum verið haldið fram að Jesú hafi ekki verið krossfestur. Já. En ef þú ert að tala um trúar þá nú ég að tala um bara sko þú ætlar að beita einhverjum svona, þú veist, einhverju heimildarýni og sakfræðilegum heimildum skilurðu þá náttúrulega metur kannski Kóranin bara eftir hvað heimildagildi hann er Jesús sem er kannski ekki endilega svo gott. Já, sem er lítið sem ekkert. Þannig að það er alveg rétt, sko. Þá eru allir sammála um það í raun að Jesú hafi verið krossfestur. Og svo er nokkur að trey líka sem menn eru sammála um. Til dæmis menn eru sammála um það að hann hafi verið fylgt Jóhannesi skírara. Já. Hann hafi byrjað
þar sem einhvers konar lærisveinn hjá honum. Menn er náttúrulega líka sammála það að hann byrjaði ekki að kenna þá fyrir hann var svona okkar aldri, kannski aðeins yngri, þegar hann var orðinn allan á fullorðinn. Maður á besta aldri, já. Einmitt. Hann flakkaði þá Galíleu, kendi fyrst og fremst þar sem svona farand predikari getur maður notað eða eitthvað slíkt. Já. Menn eru líka almennt sammála hvað það var sem hann kendi að ákunnuleyti. Meðal annars þá að hann talaði þá þetta ríki Guðs sem væri að koma. Já. Og hann gerði þetta líka með því að nota mikið svona samlíkingar, parables eins og kallaðist á ensku. Já. Og hann safnaði þá ákveðum hópi þá í kringum sig, hann safnaði einhverjum hópi lærisveina. Eitt og það sem hann sagðir, að hefði stofnað þetta trúarlega hreyfingu, menn eru sammála það. Já. Og ennfremur hann hafi þá, gefið svo út fyrir það að vera að lækna sjúka og kasta út illum öndum og slíkt. Já, menn eru þú sammála svo margt. Já, og ennfremur síðan að hápunkturinn á þessum ferli hans hafi verið þá innreið hans inn í Jerúsalem rétt fyrir páska, þar sem að hann þá heldur inn í borgina, predikar þar, reytir þá gyðinga til reiði, þá elítuna í musterinu, og það dregin fyrir dóm og síðan afhentur Pontiusi Pílatusi, og síðan það Pontius Pílatus sem dæmir hann þá til dauða og þá var hann náttúrulega hittur og nýðstáunum og niðurlæður og krossfestur. En nú ertu svona basically líka við búin að segja alla söguna og þetta er það sem allir eiga að vera sammála um. Já, þetta er það sem að menn eru þetta er náttúrulega sagan í grófum atriðum, þá eru menn sammála um þetta. En ég get síðan bent á fullt atriðum sem menn eru ekki sammála um. Já. Til dæmis, að því að við nú náttúrulega eru jólun að koma og ég ímyndum mér að mjög margir sé að fara að hlusta á jólaguðspjallið. Fræðimenn eru nú almennt sammála um það til þess að Jesú hafi ekki verið fæddur í Betlehem, heldur hann verið fæddur í Nasaret. Einmitt. Þannig að til þess sú saga í Lúkasarguðspjalli, það er meira hvað við segja, skáldaleifi Lúkasar, ef við notum það nafnu, síðan náttúrulega líka Lúkas náttúrulega skrifa ekki Lúkasarguðspjall. Það er meira skáldaleifi til þess að staðsetja þá Jesú í Betlehem og tengja þá Jesú við gamla spádóma úr Gamla testamentinu og slíkt þá og ætt Davís og allt þannig. Og þá getur maður líka sagt að þessi ættatöflur til dæmis, það eru náttúrulega passa ekki heldur á 2 ættatöflur, annars verið í Lúkasarguðspjalli og Matteusarguðspjalli. Já, af því það er þá... Það passa ekki. Nei, en það er þá í rauninni af því kristir menn setna meir eru þá haldaði fram að hans í sonur Guðs og alltaf stofna ríki Guðs og þá þarf hann að vera af ætt Davíðs sem er frá Betlehem eða eitthvað. Já, og þess vegna er komin þessi saga um að var þetta ekki út af því að pappans var frá Betlehem og hann þurfti að koma þangað til þess að láta skrásetja sig. Jú. Já, að Ágústus keisari gerði út boðum að skrásetja þetta allir heimsbyggðina. En það sem er áhugavert að þetta er eitthvað sem er mikilvægt fyrir Lúkas. Jóhannes til dæmis er alveg slétt saman um þetta. Þannig að Jóhannes skrifar ekkert um fæðingun eða neitt þannig. Hann er ekkert að spáði því. Og Markus líka, honum líka alveg saman um þetta. En ef þú segir að fólk segja hann sé, ég skil að maður getur dregið ef hann, þú komið mótíf fyrir því að búið til sögum hann sé frá Betlehem, en er einhver sérstaklega ástæða að halda hann sé frá Nasaret, eða hann sé fæddur í Nasaret, annað en bara það hann sé Jesús frá Nasaret? Já, Nasaret var gjörsamlega óþekkt krummaskuð sem skipti engu máli. Þannig að engum hefði dottið í hug að búa til slíka sögu. Þetta er eins og að ætla að búa til sögu um eitthvað stórmenn á Íslandi
þú myndir aldrei tengja hann við sko, ég veit ekki, Hornstrandir eða Kópasker eða Raufarhöfn eða eitthvað svona lítinn stað, þú myndir tengja hann við eitthvað mikilvægan stað. Já, og þá er líka þessinni svo við vorum að tala með þetta nafn sko, þú veist, að segja sko Jón frá Ketilási eða eitthvað frekar heldur en bara Jón Jónsson. Já, og pluss það líka að þú sérði eins og með Lúkasarguðspjall og ferðina til Betlehems að þarna þarf Lúkas þá að búa til í raun og veru sögu til þess að ná að staðsetja Jesú í Betlehem til þess að uppfylla ákveðna spádóma. Og af hverju þarf hann að gera það? Jú, vegna þess að það var þekkt að Jesú hefði verið frá Nasaret. Og sama sér líka með Mattheus, en það er áhvert að Mattheus er með upptekinn af öðrum hlutum. Mattheus er mjög upptekinn að að líka Jesú við Móses. Þannig að þessu náttúrulega segur hann þá sögu að Herodótus Herodótus konungur Júdeu þá hafi sett heyrt þennan spádóm og þarna væri einhver nýr konungur gyðinga fæddur og þess vegna lét hann myrða alla drengi undir 2 ára aldri og þess vegna flúði Jesú þá með fjölskyldu sinni til Egyptalands og síðan kemur Jesú tilbaka frá Egyptalandi til Júdeu og þetta er náttúrulega bara sko vera að endurspegla Mósebækurnar og Móse sem leiddi Ísraela og sitt fólk út úr Egyptalandi og inn í fyrirheitnarlandið og slíkt. Og þá sér maður, þú veist, þarna er Mattheus með allt annað að enda ef maður notar það orðið. Einmitt. Og maður getur nefnilega svona, þannig að það sem er áhugavert með biblíurannsóknir, að með allan ákveðum vísindalegum og fræðilegum aðferðum, þá getur maður lesið á milli lína. Og lesi svona hvað stendur mögulega á bakvið textan eða sko á milli þess sem er verið að segja í textanum og þannig fundi út hluti eins og þetta að Jesú var frá Nasaret. Að það er engin ástæð til að ljúga til það. Nei. Já, nema þú vildir kannski að því hann auðvitað var með svona boðskap sko að hjálpa eða svona fyrir fátæka skiluru og lítilmagan sko. En það eru hugmyndir sem voru mjög framandi á þessum tíma. Einmitt. Og ef menn alltaf þú veist að reyna að búa til mynd af honum sem svona maður litla mannsins sko og representera fátæka fólki þá geti maður látið sér þetta í huga ef ykkur ætla að búa til þú veist, hann getur ekki verið frá þú veist, hann getur ekki verið frá Betlehem, það er alltaf merkilegt skilur, finnum eitthvað krummaskuð sem hann er frá skilur, næsti random staður. Nei, en Betlehem á þessum tíma var líka krummaskuð og þú veist, og Galili á þessu tímabili var sko algjört krummaskuð, alveg óþekkt. Og síðan ennfremur líka sko fornleifarannsóknir hafa náttúrulega líka fundið Nasaret. Já. Þannig við vitum að þessi bær var til á þessum tíma, á tímum Jesú. Ef við talaðum um þetta sögusvið, Júdea. Já. Sko, þarna byggu gyðingar. Gyðingar er náttúrulega alveg ævaforn þjóðflokkur og þegar komið fram á þennan staði í sögunni að þá eru Rómverjar búin að koma svona, þeir eru ekki búin að taka beint yfir, þeir eru búin að koma svona sína mönnum að þarna, eða ekki? Þetta var svolítið flókið, sko, fyrst náttúrulega var þetta svona hálfgert svona leppríki með gyðinglega konunga. Já. En síðan út af óstjórn og ykkur heimildir segja að gyðingar hafa krafist það sjálfir að Rómaveldi myndi taka yfir. Þannig að þarna voru þeir búin að taka yfir og þarna var þetta þá orðið sko skattlandið Júdea. Já. En það var samt skipt þannig sko að landstjórinn satt í Sesaríu við ströndina á meðan að sko að trúarlegir leiðtogar gyðingar hafðu töluverða sjálfstjórn sko í sínum málum og innheimtu skatta og slíkt. Þannig að það var mjög lítið af Rómverjum í Jerúsalem, eiginlega ekki neitt. Já, þau voru í Sesaríu. Já. En þessi Heródes, hann er, þú ert með Heródes mikla fyrst eða ekki? Jú. Sem er hérna rétt á undan Kristspurði. Já. Og hann er svolítið frægur karakter. Já. Hann er svolítið frægur fyrir það að hann til með byggði alveg gríðarlegar hallir og rosalega svona luxus í kringum hann. Já. Og einmitt mikið svona hellenísk áhrif. Já, og mjög óvinsæll einmitt út af því. En það er svolítið áhugavert líka bara með þessi hellenísku áhrif sem eru þarna á þessu svæði og búið að vera,
þú veist, síðustu aldirnar og heldur náttúrulega bara áfram að vera einhvern veginn. Já, og það var mikil tókstærið það einmitt á milli gyðinga, það var milli gyðinga sem voru hvað var að segja, svona þessir gömlu íhaldssömu hefðbundnu gyðingar sem heldur fyrst og fremst á lofti þá auðvitað í sem við köllum Gamla testamentinu og svo þessar þá hellenísku gyðingar sem voru litaðar af þessari hellenískru menningu með baðhúsin og stytturnar og kúltúrin og bókmenntirnar og allt þetta og maður sé það líka til dæmis í því að hérna í 70 manna þýðingunni sem þá gríska þýðingin á Gamla testamentinu að það var tölvöld að gyðingu til þess sem við notuðu hana frekar en hebreska textan en þetta var mikil tókstreita, mjög mikil tókstreita. En hvernig er þetta svo Heródes mikli deyr hérna sko það einmitt líka því hún var að tala ártalið er ekki sagt að hann deyi 4 fyrir Kristi eða eitthvað álíka Jú, það minnir mig og síðan kemur fram í öðrum heimildum að Jesús hafi verið fæddur á dögum Heródesar mikla og þess vegna verða þær að staðsetja hann hérna fyrir Kristburð. Já, á meðan að hérna Quirinius var landshöfðingi og vandamálið er sko að það passar ekki. Við vitum hvenær Quirinius var landshöfðingi, við vitum hvenær Heródes var konungur og það overlappar ekki. Nei. Þannig að maður veit að nú þegar þar sko, þar er einhver villa. En já, sagnfræðingar hafa náttúrulega oft klúðrað ártölum og heimildum og við náttúrulega vitum ekki hvað heimildir Lúkas hafði á sínum tíma þegar hann var að semja þetta. Nei. Og svo er eftir dauða Heródesar þá er þessu skipt þarna upp kemur þarna smá tímabil nokkrir áratugir og meðan Jesús lifði og síðan eftir dauða Jesús þarna 70 eftir Krista þá eru þessi miklu stríð og uppreisnir á milli Rómverja og gyðinga sem að endar með því að Rómverja taka mjög hart á gyðingum í Júdeu. Já. Og hérna, já, það er svona mjög vægt í árun að tekja að segja það því þeir hérna þurrkaðurinn verið Jerúsalem út og brjóta niður musterið og rekja gyðinga á brott og það falla þarna mörg 100.000 gyðingar í valinn. Þannig að, og mjög miklar ofsóknir og Jerúsalem var með þess að endur nefnd, ég man ekki hvað hún Já, var hérna það er dottur mér það var allavega fekk nýtt nafn og hann stóð uppreist var alfarið brotinu og bakhaftur Já Hörðu, Aela Capitolina sé ég hérna alveg rétt á nafnið á Jerúsalem Já þannig að það er einmitt það er áhvert á nefnir þetta því Jósefus Flavius sagnfræðingur hann er kannski svona frægasti gyðingurinn á þessu tímabili og frá þessu svæði því hann skrifaði sko sögu þessara stríða hann skrifaði þá sögu gyðinga og sögu þessa stríðis og svona en hann var mjög óvinsæll hjá gyðingum því hann byrjaði í stríðinu en það sé hann fór svo að það er áhugaverð saga við þurfum að tala hann ekkert setna því hann er stórmerkilegur sagnfræðingur en það endaði sem svo að hann endaði í þjónustu Flaviusar hét hann það ekki sem varð síðan keisar hann var með ættarnafni Flavius allan og tók upp ættarnafni hans já og þess vegna tók hann upp ættarnafni hans því hann var síðan í þjónustu Rómar þannig að þetta er svolítið svona sögu sviðið en þá á þessum tíma þá Jesús þegar Jesú var að fara flakka hann Galílu og predika þá var Júdeu stjórnað frá auðvitað Rómaborg en með töluvert sjálfstæði það er þátt að millibils tímabil eftir Heródes mikla og fyrir áður en þetta crackdown hjá Rómverjunum en það er einmitt áhugavert með Flavius Jósefos eða Jósefos Flavius að sko að segja sagan að hann hafi sko verið svona foringi uppreisnarmanna og þeir hafi verið þarna innilokaðir eða innikróaðir og eru búnir að tapa og hann vildi gefast upp fyrir Rómverjunum en hinnir vildu berjast fram í rauðan döðan og svo komið þessi saman að þeir myndu drepa hvort annan
sem eins konar sjálfsmorð í rauninni sko. Já. Til að komast fram hjá því að sjálfsmorðið það þarna í andstöðu við lög Guðs og ekki leyfilegt, þannig að þetta er svona þeir drepa þá hvern annan þangað til að það er bara einn eftir. Þá, þú veist, hann getur þá ekki fyrirfæra sér en þá hafa allir hinir komist fram hjá því, þá náttúrulega drápuðu sig ekki sjálfur. En Jósefus er náttúrulega alveg lykil persóna í þessu öllu saman þegar við erum að tala hinn sögulega Jesús, vegna þess að hann sem þessi sagnaritari er hann ekki, þú veist, eina af þessum bara helstu samtíma eða þú veist þessum helstu frumheimildum sem við höfum Jesús sem er ekki sem sagt guðspjallamaður eða trúaritt. Já, að hluta til því sko náttúrulega bestu heimildirnar Jesú er jú þau rit sem náttúrulega eru síðan í biblíunni sem eru náttúrulega trúaritt í dag, já. Já. En voru ekki skrifuð að sem það á sínum tíma, til dæmis bréf Páls postula þau voru skrifið bara svo bréf eins og að þú myndir skrifa bréf. Já. Þú veist, ef þú myndir skrifa allir eitthvað bréf, þú veist, það getur vel verið að þú myndir þá kannski, hvað við að segja, það myndir kannski bera á góma skoðanir þína eitthvað pólitík eða kostningar eða eitthvað sem hefur gerst eða mögulega trú eða eitthvað hefðir og vera að fara, þú veist, fagna hrekkjavökunum með krökkunum. Ok, og síðan, þú veist, mörg hundur árum setna að þá hefur sagan einhvern veginn ekstast svo að þetta er tekið sem hluti á trúarriti. Það slæri náttúrulega ekki út sko gildi heimildarinnar sem slík sko. En hvað ef maður beitir þessu þegar menn hafa verið að beita þessari klassísku heimildarýni bara, þú veist, hver er að skrifa hvað fyrir hvern og af hverju og svona. Já, sem maður upphaf sitt í biblíuransóknum. Ok. Já, þú veist, allt það sem við notum í sagfræðinu þetta, þú veist, biblíuransóknir, þar eru bara með sko höfuð og herðar yfir allt annað sem ég kynst hjá öðrum fræðigreinum. Hvað þetta var það, því þetta er eitthvað sem menn eru búin að beita síðan sko, já, á 19. öld, kannski lok 18. aldar, séu kannski svona fyrsta vísi af nútíma biblíuransóknum. Og þá eru þannig að þú veist, það er engir textar sem hafa verið sko rannsakaðar jafn gaumgæfilega og þessi textar. En það er ekki hægt að segja til dæmis sko hér eru fylgjendur þú veist, Krists að skrifa hann í þeim tilgangi að allir afla fleiri fylgjenda eða fyrir eitthvað svona pólitískan hugmyndafræðilegan málstað eða eitthvað svoleiðis. Nei, þú færð það að samvanda með annað, þú getur sagt að samanlega hos Júlíus Sesar. Já. Þú veist, við trúum ekki Júlíus Sesar hafi verið til út af því að gallastriðin, hvað er það? Eða Sókrates er kannski ennþá betra dæmi. Við trúum ekki að Sókrates er til. Sókrates skrifaði ekkert sjálfur. Þeir einu sem skrifuðu eitthvað Sókrates voru Platón og Xenofón fyrst og fremst. Sem eru hans fylgjendur. Og þeir skrifaði til þess að Mæran og Platón notar hann náttúrulega bara sem sitt sko, já, sinn talsmann oft. En þú getur samt auðvitað, við getum alveg lagt biblíuna til hliðar og litið þá á aðrar heimildir og þá er alveg rétt, þá erum við með Jósefus Flavius, svo erum við með Tacitus og við erum líka með hann okkur er dotta alveg mér hvað hann heitir Suetonius en síðan er aftur líka vandamál við þetta og það er allir með vandamál með Jósefus Flavius að menn er ekkert alveg sammála heldur sko hvað hann er að segja því við sjáum það allir með í eitt skipti til dæmis þegar hann nefnir Jesú að þá er margt sem bendir til þess að það hafi sett verið handrita skrifari sem hafi bætt inn nokkrum orðum sumir, og til dæmis þessi þá góðsagnamenn sem trúaði að Jesú hafi ekki verið til þeir haldaði fram að öll málsgreinin sé seinni tíma innskot þannig að þeir vilja slá Flavius alveg út af borðinu og segja að hann sé ekki heimild fyrir Jesú á meðan að sko fæstir fræðimenn eða engi fræðimenn eru sammála því vegna þess að við vitum það líka það er áhugavert með handritafræðin að það gerðist mjög oft að handrita skrifarar þá því handritin voru alltaf skrifuð upp aftur að þau náttúrulega endust bara í ákveðin tíma og sérstaklega þegar voru mikið lesin og náttúrulega endust þau bara upp þá gáttu menn bætt inn kannski einu orði
einni setningu eða svona og þetta er til dæmis eitthvað sem biblíufræðin hefur rannsakað alveg í þaula þannig við eins vitum það að þegar þú tekur til dæmis bréf Páls til nú man það ekki hvaða bréf það er allan eitt af bréfunum þar sem hann segir að konur eigi að þegja í þegar fólk kemur saman þegar söfnuður kemur saman og þá er konur að þegja og ekki að tala neitt og þetta hafa menn til dæmis notað sem rök fyrir lítið svo konur ekki eru prestar en við vitum að þetta setið tíma einskot við vitum að þetta er ekki hluti af upprunalega bréfi Páls postula og við vitum þetta vegna þess að það meikar ekkert sens í fyrri bréfun Páll postuli búin að tala konur sem eru að tala í samkomuhúsinu Páll postuli tala allir líka konur sem postula og að tala konur sem eru að predika og svona þannig við vitum að þetta setið tíma einskot og passar ekki og þú ert með alveg tölvört og svona dæmi en svo hafa menn liðið þetta líka verið að skoða svona, þú veist, svona fragment af heimildum og svona sem við verðum að nefna Jesús hafa menn þá ekki með tekið eftir villum eða talsmáta sem er ólíklegt að kristnir menn hefðu til dæmis látið falla sem myndi þá styðja frekar undir að sagnarritarinn eða heimildarritarinn sé ekki kristinn og þetta sé viljandi að tala hann Jú, það getur verið og séðan náttúrulega líka það sem er kannski áhugaverðast við þessar gömlu heimildir eða að þið varst að tala þú veist þessum eru ekki kristnir og þessu voru að gagnrýna og vega að Jesú og hreyfingunni það er enginn sem heldur í fram að Jesú hafa ekki verið til Nei. Það er eitthvað nútíma fyrirbrigði mönnum döttur ýmislegt í hug til dæmis þú ert að lesa það í gyðinglegum heimildum að Jesú hafi verið sonur hafi verið óskilgetinn sonur rómverks Hermanns þú ert með eitthvað svona hugmyndir en það er enginn sem segir að hann hafi ekki verið til og það er alltaf snýst líka það sko að maður verður að passa sig á því að Guðspjöllin 4 til dæmis við erum náttúrulega bara svo lituð að því að líta á þetta sem trúarlega texta og þau séu kannski mögulega einstök en sko í sínum samtíma eru þau ekkert það einstök því þau eiginlega falla undir og þetta færa rök fyrir því að Guðspjöllin falla bara undir ákveðna bókmenntagerð sem er sko ævisaga þessa tíma og þú getur fundið svipaðar ævisögur hina og þessa menn þar sem eru þá bæði hefur ævisagan sko sögult gildi þá ákveðna hluti sem áttu sér stað og síðan alltaf kannski íkjur eða eitthvað sögur og þetta er ekkert eitthvað óeðlilegt því þetta, og við sjáum þetta meira að segja bara á tímum sem er okkur mjög nær eins og til dæmis George Washington í Bandaríkjunum er mjög gott dæmi svona því það er til sko fullt af sögum George Washington sem við vitum að voru ekkert réttar þú veist eins og sagan sem öll bandarísk börn þekkja þegar hann felldi kirsuberjatréð og ég veist að Íslendingar þekki þetta en það fræg saga sem ungur drengur og fellir hann kirsuberjatréð og svo hann spurði hvort hann hafi gert þetta og hann segi já og segir eitthvað þú veist I cannot tell a lie hann er svo heiðarlegur, stráng heiðarlegur allir fræðimenn eru sammála að þetta gerðist ekki en það þýðir ekki að George Washington ekki fæddist Nei þannig að þú veist maður verður að skilja svolítið þarna á milli og ennfremur náttúrulega líka það er enginn sem hefast að Páll postuli hafi verið til og svo aftur á móti Páll postuli til dæmis skrifa náttúrulega þessi bréf sín í ákveðnum tilgangi en það er samt áhugavert að Páll postuli til dæmis hitti bróðir Jesús hann Jakob en sko, ok, þú veist láttu það nú vera með, þú veist hvort hann hafi verið til eða ekki menna, það er ekki eins og þú sagðir hérna bara í byrjunni það er ekkert eitthvað argument sko en það er kannski ég kannski aðalega hengja mig fast í þessu það er áhvert að ég rekst á þessar hugmyndir inn á milli og til dæmis þegar ég var uppbyldis og kennslufræði í háskólinni í Oslo hérna fyrir nokkur árum síðan og þá var einna kennarinn okkar halda fram þessu rugli ég viðurkenni það fauk í mig þannig að þú veist maður sér þetta sumstar og þetta er mjög vinsæl hugmynd sérstaklega í Austur-Evrópu því það er áhugavert sko að Lenín hann rakst á þessar bókmyndir þessar góðsagna bókmyndir og þetta var viðtekin söguskoðun í Sovétríkjunum en sko það skiptir einhver máli vegna þess að þó svo við myndum finna einhvern helli núna nýri Palestínu með einhverjum áður óséðum heimildum sem myndi bara sýna og sanna það að Jesús var ekki til þá breytir það engu
vegna þess að Jesús Kristur sem hugmynd eða trúarleiðtogi í þínu lífi og kristina manna er alveg jafn raunverulegur sko í trúnni og í kirkjunni og í hugarlífi einstaklingsins hvort sem hann var til eða ekki. Ég veit það nefnilega ekki. Ég held að það myndi fara mjög fyrir brjóstu á flestum kristnum eða myndi komast að Jesú ekki verið til. Ok. Ég get alveg trú það myndi hafa áhrif og ennfremur sko að þá er núna komin spurningin af hverju þá til dæmis að þetta er náttúrulega allt trúleysingjar sem eru að halda uppi þessum góðsagna hugmyndum og af hverju eru þeir svona mikið að ráðast á þessa hugmynd og það er náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að þeir búa í kristnum samfélögum og eiga í þá útistöðu mögulega við trúna og nota þá þetta og vega þess að þau sjá þá fyrir sér að eða ná að fella þá Krist þá sem stalli að þá muni það að Jesú þá muni það sérstaklega veikja trúna. Já, en það skýr mér ekki þegar maður lesi þessar bókmyndir. Það finnst mér ekki meika neitt senn sko. Nei, ok, en af hverju þá annars eru menn að skrifa svona hattræmlega gegn því að Jesú hafi verið til sem söguleg persóna og neita að horfast í augu við fræðimennskuna. Þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir því. Já, ég veit það ekki, en þú veist, af hverju eða púður í það að skrifa bók eftir bók það að Jesú sem góðsagnapersónu. Þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir að maður gerir það. Já, ég get alveg beðið þig að skrifa 100 blaðsíðna bókum um einhyrninga og þú getur teiknað myndir af einhyrningum skiluru og þú veist, einhyrningar er alveg til þeir eru bara ekki til í alvörunni skiluru en þú veist, hugmyndin einhyrning og kannski svolítið asnalegt dæmi en ég menna bara sérstaklega Jesús eða Múhameð eða allar þessar trúarlegu fígúrur þær eru raunverulegar í hausnum af fólki eða hjartanu af fólki eða skilur í trú fólks það er það sem skiptir máli skilur. Já, en síðan er samt náttúrulega spurningin hver er síðan þá tengst þeirra trúar við efnisheiminn ef við notum það orð sko og ég held að það sé svolítið þar sem þetta stendur og fellur. Já, mér finnst allavega sko, nú ég sé það alveg svo hver annar maður að sko trúin er alveg gjörsamlega raunverulegt fyrirbrigði og hugmyndafræðin hefur haft alveg gríðarlega áhrif á milljónir einstaklinga og hópa í gegnum söguna for better or worse öll trúarbrögð skilur. Já. Þó svo ég trúi því ekki persónulega þá sjálfsög trúi ég að það sé sannleikur fyrir þann sem trúir því fattarðu? Og það er alveg jafn áþreifanlegt og raunverulegt eins og hvað sem er og trúin á einhver trúarbrögð er bara jafn sko raunveruleg og trúin á skiluru einhver hugmyndafræði eða stjórnmála þú veist hreyfingu eða eitthvað skiluru og fær fólk til þess að líða eitthvað neginn og upplefa eitthvað og svoleiðis skiptir ekki þannig sér einu máli hver raunveruleikin er upp á það að gera finnst mér sko. Já, þá er ég ég svo býst ég að þú sér þá í minnhutahóp þegar kemur á þessu. Já, það er áhugavert. En það samt sko er ekki spurningin, við getum ekki borðið þetta saman líka við, hvað maður segja, pólitík. Hvað maður segja, maður trúir á stjættlaust samfélag, að það sé hægt. Já. Já, en svo horfum maður í raunveruleikann að í nútíma samfélagi, þá er maður með sérhæfingu og sérhæfing fólks leiði til stjættaskiptingar. Já, en það er samt þannig séðu að sko, það voru til kommunistar. Já. Sem trúðu á boðskap Karl Marx eða Stalin eða Lenin og það var bara þeirra leiðarljós og það hafði gríðarlega áhrif á þeirra líf þó svo að ég eða þú séum ekki kommunistar og deilum ekkert þeirri sko upplifun þá er það alveg jafn raunverulegt fyrir þetta fólk og var sjálfsögur stúdari við þessar sögulegu persónu bara sem það sem þau sögðu það sem þau gerðu var sannleikur í þeirra huga skilurðu. Já, en það var samt spurning hvort við séum ekki komið það út í mjög eitthvað svona afstæðishyggju að allt sé afstætt og það sé þá ekki til eitthvað sko raunveruleiki, eitthvað einn raunveruleiki. Það getur verið svolítið snúin hugmynd. Já. Ég skilja alveg hvort við að því auðvitað, þú veist, áhrifasagan auðvitað og allt það. Þannig að þú ert svolítið á þeirri skoðun kannski að þú veist að kirkjan og trúin eins og hún er í dag, hún er svolítið grundvöld þá er raunin á þeirri staðrind að Kristur hafi verið til. Já, algjörlega, hún er það. Og hún myndi falla ef það myndi komið ljósa en hefði ekki verið til. Kannski ekki, nei, ég held að hún myndi ekki falla því ég held að það sem að menn myndi þá fyrst og fremst kannski segja, menn myndi þá ekki horfast í augu við það og afneita því.
til dæmis við hvað var að benda á meifæðingin til dæmis nú erum við búin að vera að tala náttúrulega með Jesú átt systkini eða hefði hérna vellið með sværi kaþólskur prestur, guðfræðingur að ræða við okkur í laðvarpinu þá hefði hann skotið inn sko þegar við erum að tala um bræður eða systkini Jesú þá ekki átt við sko líkamleg systkini því að María mey samkvæmt kaþólsku kirkjunum náttúrulega var hrein mey allt sitt líf þannig að menn myndu fara í einhverja slíkar hundakúnstir frekar en það myndi hafa heilmikil áhrif þetta eins með öll trúarbrögð þú veist Búdda Siddhartha Gautama var hann til eða ekki Móses söguleg persóna eða ekki Zarathustra en síðan líka, nú náttúrulega vandamáli sko, nú erum við náttúrulega farin að tala sko Jesú Krist já, það er einmitt það hugmyndin var kannski að við ætlum að reyna að tala sko Jesú Jósefs já, en það er einmitt það sko og þá sér maður þetta flæðir náttúrulega inn í hvert annað sko en pointið með þetta líka sko að sko, þetta, sko Jesú Kristur sem, þú veist Christ of faith, skilur við, trúarlegi hugmynd já. Hún er rauninni miklu stærri sögulegur faktor heldur en Jesús manneskjan, skilur við og það er mjög góð punktur þar, það er rétt já. Og þú veist, það er mitt point í þessu sko að þetta er mjög áhugaverð saga fyrir trúleysingja líka og þess vegna var svo asnalegt, bjánalegt þarna þessi, þú manst eftir þessum þarna þessi Aslan þarna já, Reza Aslan sem að skrifaði bók sem heit Zelot hver var undir titillin aftur A Revolutionary eða eitthvað svoleiðis jú, var það ekki, já það sem hann var að skrifa sögu Jesús sem manns og var með svona að halda uppi þessari kenningu sem að hann er nú örugglega ekkert svo fyrst til að halda fram svo sem en þessari hugmyndum hann að vera svona pólitískur uppreisnarmaður svolítið einmitt en það var hann krossfestur og það var refsing fyrir pólitíska uppreisnarmenn gegn ríkinu og svo framvegis og einhvern veginn sú bók sko var metsölubók hún kom út 2016 eða eitthvað margir sem munur eftir þess vegna þess að það var náttúrulega alveg frækt sko væral viðtali við hann á Fox já, það skilur við sem var alveg fáránlegt það var geggjað viðtal og hann og þú veist og hann er hvað fyrrverandi bókstafstrúarmaður kristinn sem var síðan múslimi og er múslimi í dag já. Og það snerist allt sko þú veist að hann væri múslimi og hvað er hann að skrifa Jesú og eitthvað svona einmitt að því að sko ég er ekki múslimi en að sjálfsögður Múhameð skiluru eða Íslams trú eða saga Íslams opaslega mikilvæg og merkileg saga skiluru algjörlega og líka heiðin dómurinn og forn egypsk trúabröð skiluru já, en það sem er svo flókið við þetta bara fletta svo fljótt inn í þetta náttúrulega trúarskoðanir og tilfinningar þetta er svo til dæmis ég hefur lesið þetta eftir guðfræðing sem heitir Bart Ehrman bandarískur hann til dæmis sem byrjaði sem svona bandarískur bókstafstrúarmaður og hann misti síðan trúna eftir hann byrjaði já svona ég man ekki þegar hann byrjaði í sinni guðfræði en svona kannski miðja vegu og hann er trúlaus í dag og hann til dæmis hefur skrifað mjög mikið Jesú og upphaf kristninnar og bæði svona vísindalega rit og líka svona meira almenn rit og til dæmis það er mjög áhugavert til dæmis að lesa viðtöl við hann og lesa hans bækur því hann fær til að bæði sko að skotið á hann frá trúleysingjónum sem oft vil kannski líta að nú er hann með okkur í liði nú reyna að vega ykkur í biblíunni en svo það er ótrúlega barnalegt alveg sammálaðir og það er eins síðan að þegar hann er síðan að tala eitthvað sem til dæmis þá Jesús er söguleg persóna þá fær hann nefnir svona upp með þumar sko, já, flott sko frá bókstafstrúarmörunum það er svona, já, með okkur í liði en síðan er skotið á hann þegar hann er til þess að benda á að jólaguðspjallið já, það er saga sem Lúkas datt í hug eða eitthvað slíkt sko en það sem er svo erfitt með þetta er að það er svo mikla skotgrafir að báða bóa sko já, og það er nú oft þannig í sagfræðinni maður það er að bleira oft þannig sko þannig að þetta er nú ekkert bara þetta er nú ekkert fyrsta dæmið sem að það sem eru skotgrafir og fyrir mitt eitthvað það sem ég veist mikilvægast í þessu og áhugaverðast eru þetta þú veist að setjast niður með fræðimannaglerugin og
grúska nú aðeins svona, og spá og spekulera og fara í hitt og þetta til dæmis, mér finnst það mjög áhugavert að núna þegar það er jólatíð ég segi, hlustendur, takk ég eftir því ef þið farið núna ekki störum og eru ekki störu í húsum eða hvað það er eða horfa okkur jólamyndir eitthvað þannig, það er oft svona hvað kallar þetta íslensku, svona nativity set svona styttur sem sína þá fæðingu Jesú jötun á fjárhúsið og svona já, og hvað er oft þarna líka það er, þú veist, oft astni naut hvaðan kemur þetta? Stendur ekkert þetta í Lúkasarguðspjalli? Þetta eru einhverjum gömlum biblíumyndum eða eitthvað Nei, það er bara sem er svo áhugavert við þetta þetta eru gamlir spádómar úr Gamla testamentinu Jeremía bók ef mann rétt þar sem að sko það sem að þá gamalt spádómar þar hefur verið túlkaður á seinni tíma og lesið inn í það og þar hafa menn þá sótt astna og uxa og svo er þetta sett í hvert einasta svona nativity set og mjög áhugavert að þetta er sko fullkomið dæmi það hvernig sko kalla þetta intertextuality hvernig þú lest texta, hvernig texta lesast inn í hver aðra og hafa áhrif á hver aðra til að búa til sko heildarmynd og biblían er einmitt svo spennandi því hún er alltaf stappfull af allan og svona stappfull af þessu og svo alltaf ennþá meira þú ert komið að fara að tala um hvað er þetta reception history hvernig textar hafa allir verið lesið því það allir líka mjög áhugavert hvernig höfum við lesið eitthvað áður fyrr en það breytist líka gegnum áhrundurinn og það er einmitt síðasti punktur þá þess vegna færði það einmitt Jesú sem feminista, Jesú sem kommunista Jesú sem byltingar sinna ég meira að lesa Jesú sem svona proto-fascista það er ég las eftir rúmenskan fascista og guðfræðing þar sem hann lagði áherslu á það að Jesú er alltaf kallað gælumaður og þess vegna hafa Jesú ekki verið gyðingur En er það ekki kannski líka vegna þess að þá eru afturkomin að hennum trúalega Jesú sem býr náttúrulega bara í hjartanu á hverjum kristnu manni Jú. Þá lesa mennin í þetta segir vel oft og það er allt annað heldur en þessi mannlegi sko Já og það kemur líka þessu þetta með þetta þú veist, Jesús getur verið hvítur eða svartur eða kóreskur eða kínverskur eða japanskur eða blár eins og í þess að hann er stundu sýndur í hvað er ekki hindúis eða í Indlandi eða eitthvað í Indlandi, já og ég held að það sé svo bara mikilvægt kannski að hafa með í huga þegar maður er að ræða við fólk og er að kannski að ræða hugmyndir og slíkt að hugmyndir hafa náttúrulega gífurleg áhrif og það er náttúrulega mikilvægt að sýna því ákveðna virðingu Já En á sama tíma held ég sem líka mikilvægt að maður geti sest niður og rætt síðan þá kannski þennan, ef við kallum það þá raunveruleika sem kannski liggur sem grunnur að hugmyndunum. Ok, herru, aftur að hinnum sögulega Jesús Jósefsson frá Nasaret. Já. Hvað finnst þér þessar hugmyndir annars með eins og þessi Reza Aslan að halda fram sem að ég held, ég meina þess að ég sé hann ekkert einhver aðal guðfræðingur allra guðfræðinga eitthvað, hann bara svona frægur af því að skrifa þessa bók sem fekk svona mikla athygli og þess að ég sé, er þetta ekki rétt hjá mér að þessar hugmyndir ekkert nýjar? Nei, það er ekkert nýtt Jú, sko maður getur þess að sagt kannski að það er eitthvað ákveðin fótu fyrir og það er áhugavert með Bart Ehrman sem ég var að lesa núna hann skrifaði hann hefur skrifað bæði langa fræðilega bók Jesú og við svo sögðu það líka ekki Jesú var líka langflestir eru saman og það að hann var svona síðustu daga spámaður Já, heimsenda svona heimsenda spámaður Já maður sér það mikið í orðræðunni og talaði mikið fyrir því að Guðsríki væri að koma og þessi þá mannssonurinn og slíkt og það sem er kannski áhugavert auðvitað það að Jesú náttúrulega var krossfestur og það er náttúrulega ástæða fyrir því það er náttúrulega refsing sem var notuð sérstaklega gegn þá andstæðingum Rómaveldis en þá spurningin og ennfremur er líka áhugavert að þegar Pontius Pilatus dæmir hann til dauða og lætur krossfestan að þá er hann krossfestur sem konungur gyðinga þannig að það sem stóð yfir krossinum Innri, já Jesú, Nazarei, Rex, Judeorum Einmitt. Þannig að það er þá spurningin sko. Við náttúrulega vitum ekki hvað gerðist í sjálfu réttarhaldinu við vitum að Jesú var sendur til Pontius og Pilatus og maður getur spurt sig ok, við erum að spóla aðeins tilbaka fyrsta spurningin er, þú veist, ok
það eru mismunandi sögulegar heimildir sem færa rauk fyrir því til þess að Júdas Ískariot hafi sett sviki Jesú. Og þá er spurningin alltaf hvað sagði hann? Hvað var það sem hann ljóstraði upp? Hvað var það? Hvað var það sem Jesú var að reyna að fela? Og þá er kannski ýmislegt sem bendir til þess eða ýjar að því að Jesú hafi litið á sig sem konung gyðinga mögulega eða sem einhvers konar framtíðar konung. En hefur því ekki stundu verið fleygt fram að hann hélt því fram að hann væri hann væri að boða konungsríki Guðs og þá ertu kannski komin að þessum hvað þýðir að vera Messias. Já, þá ertu komin að því og líka hvað þetta konungsríki Guðs og það er kannski margt sem bendir til þess að þetta konungsríki Guðs hafi verið trúarlegt og andlegt eins og kirkjan er mjög upptekin af en hvernig tólkaði Pontius Pílatus það? En hvað með þessa hugmyndum að er ekki sagt að það hafi verið margir aðrir sem komu undan Jesús sem sögðust vera Messias á þessum stað? Jú, sem voru líka krossfestir. Það er til dæmi það líka. Einmitt. Og þessi hugmyndum að sko, menn hafa komið og sagt skilur, ég ætla að frelsa gyðinga úr þessari ánauð, ég er Messias, eða stofna konungsríki Guðs, svo tókst það ekki og þá fjalla bara niður, en það sem var öðruvísi þarna er að kristnir menn, eða það er þeir sem voru í þessum Jesúsöfnuði eftir hann, að þeir tóku og umturnuðu þessari hugmynd nei, hann ætla ekkert að stofna í ríki Guðs á þessari jörð heldur á himnum. Er þetta algjört bullshit eða? Nei, hann er bara svolítið kannski til í þessu því þá er einmitt spurningin sko, hvort að Júdas að það komi upp Jesú sagt að hann hefði verið að tala sig sem konung gyðinga Pontius Pílatus þá færi veður af þessu og dæmir að það er döð og þá getur maður kannski sagt að Reza Aslan hafi eitthvað aðeins fyrir sér í því að tala Jesú sem kannski uppreisnarmann en þetta er samt, núna er það að vera aðtúa núna er að tala eitthvað sem er umdeilt Já af því að við erum náttúrulega líka með texta sem segir að Jesú segir hreint út sko, mitt ríki er ekki af þessum heimi og þá er náttúrulega líka spurning sko, hvaðan kemur sá boðskapur er það boðskapur þessa sögulega Jesú eða er það eitthvað sem hans stuðningsmenn lærisveinar fundu upp á eftir á en þó þeir hafi fundið upp á því sko, þá er það mjög einstök hugmynd og sérstök því hún er svo gjörsamlega skjön við allar Messias hugmyndi gyðinga og sko við erum svo vönissu í dag við horfum á krossinn og okkur finnst krossinn vera bara þetta kristna tákna krossar út allt við erum svo vön öllu þessu maður eiga hvað maður að segja bjóða hinn að kynnina og allavega svona kristin boðskapur sem sko var algjör nýlunda og bara bylting á sínum tíma eins og til dæmis sko alla messiashugmyndir gyðinga snýðast það þetta koma þetta sigrandi stríðsherra sem þetta brjóta baka eftir andstæðingar gyðinga ekki þetta einhver auðmjúkur vesalingur og rævill sem ætti síðan vera pindur og krossföstur En er það ekki svolítið þá einmitt kannski að menn hafi síðan búið til þessa hugmynd og það er auðvitað þess að gera þá kristna menn aðgreini þá frá gyðingum náttúrulega og þess vegna voru margir gyðingar sem að trúðu þess ekkert og heldur bara áfram að lifa sínu lífi eins og þeir höfðu gert áður. Eins og til dæmis Páll Postuli sem náttúrulega var farisei og gyðingur og ofsótti kristna menn og jafnvel tók þátt í því að dæma kristna menn til dauða og því honum fannst þessi hugmynd algjör viðbjóður. Einmitt. En síðan náttúrulega átti sér stað eitthvað þegar að Páll Postuli var á ferð til Damaskus að ofsækja kristna menn þar sem að hann sjálfur heldur fram að hann hefði þá séð Jesú risin upp frá döðum og ekki séð, hann var blindur og heyrt í honum og þá snýrist Páll til kristni þá og meðal annars hélt til Jerúsalemar eftir nokkur ár og talaði til hans þá við Jakob, bróður Jesú og byrjaði þá segja til sitt trúboð. Þannig að þú ert alltaf með allan svona skrýtna hluti sem áttu sér stað sem eru þá einstakir sem eru þá til þess að þessi trúarlega hreyfing síðan vatt upp á sig. En getur verið, er eitthvað til í því að þegar að Rómverjar tvístra samfélagi gyðinga árið 70 þá færðu þessa díaspóru sem eru gyðingarnir sem að búa út allt sem var kannski ekki endilega bara þá sem hefði þetta verið líka áður þessi gyðingar sem byggu í mörgum öðrum löndum og margir af þeim voru kannski helleníseraðir og það hefur kannski verið meira hjá þeim gyðingum að finnast þessar hugmyndir heillandi heldur en
heldur en sko þessum hebresku eða ekki hebresku, þessum gyðingu sem byggu í Palestínu eða Júdeu, af því þeir voru kannski byggu við einhvers konar annars konar hugmyndaheimi, eins og til dæmis ég hef heyrt að nefnt þetta með að í hinum helleniska heimi þykir ekkert vandamál að blanda saman til með mönnum og guði sko, það bara eitthvað sem menn voru vanir eða hálfguð eða eitthvað þannig, á meðan í gyðingdómnum ertu bara með einn guð. Bæði og að fyrsta að Páll Pósturinn til þess, við vitum það að þegar hann kom til þessi nýja borg þá fór hann alltaf fyrst til gyðinga að predika á meðal þeirra og svo predikaði hann og talaði við heiðingja þá eftir það eða ekki gyðinga. Þannig að það eitthvað töluvert til í því, og til dæmis þetta orð að vera kristinn, það kemur upphaflega frá Antíókíu, það fyrsta borgina sem að tala kristnamenn í elstu heimildum. En gyðingar, þegar þeir töluðu Messias, hann myndi koma eins og þessi stríðsherra sem myndi bjarga þeim. Var þá verið að meina sagt, maður sem kemur, og þá verið að tala jarðneska frelsun, eins og til dæmis að frelsa gyðinga undan oki Rómverja og stofna ríki Davíðs? Já, bæði og, þetta náttúrulega flókið að þýlitunum til náttúrulega líka, með allan mismandi blæbrigða á þessu, en það náttúrulega var mikilvægur hluti af þessu, og þú væri aftur með eitthvað til dæmis eitthvað svona Bar Kokhba sem var frægur uppreisnar leiðtogi sem leiddi gyðinglega uppreisn á móti þá Selekvíta ríkinu áður. Dreymdu gyðingar náttúrulega að fá slíkt frelsi og endurstofna náttúrulega sitt gyðinglega ríki, en síðan fléttast líka inn í þetta svona heimsenda sýn. Við erum að lifa hérna síðustu daga, tvíhyggja í formi baráttu góðs og íls og allavega slíkt, og við sjáum að Biblían ákveðin leyti náttúrulega endurspeglar þá hugmyndafræði líka. Daniels bók til dæmis gerir það er yngsta bókin í Gamla testamentinu. Þannig að þú erum allavega mismunandi strauma, en allavegana var megin hugmyndin svo að þessi Messias sem kæmi myndi þá leiða gyðinga í ykkur stórskorslegum sigri og orustum. En nýja hugmyndin, hún þá í rauninni svo að hann raunverulega Messias, og þó svo hann hafi ekki frelsað mannkyni núna, sem kannski á þeim tíma hefði menn kannski sagt gyðinga, en núna segjum við mannkyn, heldur muni gera þá dómstigi þegar hann kemur aftur. Já, þannig það þá þessi andlega frelsun, þá frelsun frá synd og slíku, og þá allir með slíka áhugavert aftur á biblíufræðar, því þá sérðu til dæmis í Guðspjöllunum stundum notuð arameisk orð, og til dæmis í Markús Guðspjalli þegar Jesú krossfestur þar, og þá hrópar hann Guð minn, okkur hefur yfirgefið mitt á arameisku, og það allir með spurning það þá sterk rök fyrir því til þess að það eitthvað sem hann hefur raunverulega sagt. Það síðan, og við ætlum ekki að tala það, að rit Nýja testamentsins eru skrifuð, hvað var að segja, Guðspjöllin eru skrifuð frá svona kannski 70 til 95 eftir Krist. Og það mjög nálægt í tíma í rauninni. Það mjög nálægt í tíma, og bréfin náttúrulega eru skrifuð ennþá nær í tíma. Svo bréf Páls postula, ég man ekki hvort að fyrsta bréfið hans skrifað 30 eitthvað minni mig. 40. Það var mjög nálægt í tíma, þannig að Páll postuli þá var að tala við sjónarvotta að þessum atburðum, þá Jesú að flakka og predika og svona. En það sem aftur líka snúið út að það sem að við sjáum með Guðspjöllin að Guðspjöllin eru mjög vel skrifuð og svona bókmenntaleg stórvirki. Og ég ekki bara að segja þetta sem prestur, ég að segja þetta sem sem guðfræðingur, sem fagmaður í þessu. Því við erum aðtuga það, menn hafa gert rannsóknir á læsi í Júdeu, og menn hafa komist að það kannski mögulega 3% íbúa hafi verið læsir, og þá erum við að tala um læsir geta skrifa nafni sitt og eitthvað svona. Hversu margir þeim hefur geta skrifa flókna texta ekki á arameisku, sem var tungumál sem almennt var talað og Jesú talaði, heldur á grísku. Þannig að þú ert í raun og veru bara með örlítinn hóp manna sem mögulega geta skrifað þessa texta, en það sjáum við það að þetta voru öllu líkindum einhverjir aðalsmenn
einhver ríkir menn sem höfðu tíma og fjármagn til þess að geta setið og skrifa þá fáaðan texta á flottri grísku. Eða fengi eitthvað til að skrifa fyrir sig. Já, mögulega fengi eitthvað til að skrifa sig fyrir sig, en þá hefur sámaður þá allan haft þá þekkingu. Og það er, þú veist, og það var mjög fáir auðvitað sem höfðu þessa menntun. Já. Og þannig að, þú veist, þess vegna vitum við þetta að, þú veist, Lúkas, Matthíus, Jóhannes og Markus skrifuðu ekki Guðspjöllin. Það er svona seinni tíma tengingar. En ok, Jesús, þú sagðir einn áðan þetta með þarna systkini. Hann átti vist mörg systkini. Já. Og það er nú ekki eitthvað sem maður lærði í kristinfræðin í gamla dag, allan ekki segir mann eftir. Nei, en það er samt alveg... Og þessi Jakob, bróður hans. Já. Ég hef nú bara aldrei heyrt um hann áður einu og vikina. Já. En ég er nú svo sem ekkert mannafróðastur svo sem kristinfræði, ég hef alveg sagt það. Og það er náttúrulega alltaf bæði bræður og systur. Systurnar er ekki nafngreindar, en þeir eru nafngreindir ef ég man ekki alveg 4-5 bræður. Og Jakob er þá náttúrulega þeirra fremstur. Og Jakob náttúrulega var síðan þá ákveðin leiðtogi þessarar, ég veit ekki hvað hann kalla Jesú hreyfingar eftir Jesú og krossfestur. Já, í ykkur 30 ár. Já. En segðu mér, ef að Jesús var svona hættulegur uppreisnarmaður sem að var að boða þessa hættulegu hugmyndir fyrir yfirvöldum og svona og eins og þetta svo stundum við jafnvel þessar hugmyndir með þú veist að hinnir fátæku verða fyrstir og hinnir ríku verða síðastur og svona þetta verið svona rosa svona revolúsjónir í hugmyndir sko svona. Ef hann var svona hættulegur sko, akkur drápuð bara hann, akkur drápuð til dæmis ekki Jakob skilur, akkur drápuð ekki fleiri í þessari uppreisn. Já. Og það var nefnilega mitt spurning sko, Pontius Pilatus já, er víst þekktur sem mjög harður landstjóri og maður getur ímyndið sér og það er kannski margt sem betur til þess að Pontius Pilatus fær að heyra að þarna einhverju kall sem er að kalla sig konung gyðinga. Við vitum það að páskaháttíðin var oft svona viðkvæmt tímabil því það var mikið trúarhitti í þessu samfélagi. Samanber það að braust síðan út uppreist nokkrum áratugum seinna. Þannig að þá getur maður ímyndað sér að Pontius Pilatus hafi hugsað með sér, heyrðu, já, við bara losum okkur við hann og svo er þetta búið. Já, svo vatt þetta upp á sig. Og svo vatt upp á sig, en án þess sko að Jesú hafi verið í raun og veru hættulegur uppreisnarmaður. Heldur bara Pontius Pilatus hafi hugsað sér svo að við losum okkur bara við hann. Og maður hefur svo margmörg dæmi slíkt í sögunni. Þú veist, til dæmis áhugavert í tengslu við hergeðalækningar. Þá var ég að lesa til dæmis fyrri heimsstyrjöldina. Og til dæmis ég held að Bretar, ef mann rétt, tóku að lífi einhverja 1400-1500 manns fyrir heigulskap. Af hverju gerðu þeir það? Á meðan að margt sem betur til þess að þetta voru menn sem bara voru búin að brotna niður andlega og þoldu ekki stríðið. Og þá er spurningi sko, af hverju tóku Bretar svona hart á þessu? Á meðan að Þjóðverjar tóku ekki að lífi nema bara nokkur hundruð. Og þá er það spurning sko, þá getur maður auðvitað litið á hvort það sé eitthvað kultúrin eða hvort það bara einstaklingar, ákveðin einstaklingar sem ákveða að keyra harðari línu en aðrir. Pontius Pilatus hafi verið harðstjórinn sem var sérstaklega harður í horn að taka. En er það ekki svolítið með hann Pontius Pilatus svolítið svipað eins og með Jesús að burt séð frá Guðspjöllunum þá er heldur ekki til svo mikið af heimildum um hann? Ekki neitt. En það er ekkert óeðlilegt því það er ekkert til af heimildum um neittni heila. En talar ekki Jósefus hann líka? Nei, Tacitus talar hann. Já, ég held það. Ég held að Tacitus nefna. Einmitt. En það er einmitt sko, við vitum ekkert neina svona landshöfðingja eða það er ekki það til sko, það sem er náttúrulega áhugað þegar maður byrjar eins og þú veistu þetta líka þegar maður byrjar að skoða sagnfræði og sérstaklega sko þessa fornu sagnfræði það er ekki til neitt af heimildum, veist, í raun og veru. Eins og til dæmis, við vitum það frá tímum Jósefusar að Jósefus er svo eini sagnfræðingurinn á þessu tímabili hugsaði fyrir alla gyðingana á þessu svæði. Já. En við vitum reyndar að einn annar gyðingur skrifaði ykkur á bækur en við vitum ekki, en þær bækur lifðu ekki af. Þannig við erum með einn rithöfund og eitthvað bókum eftir hann og svo erum við með annan rithöfund en ekkert bókum eftir hann. Og hversu margir skrifuðu eitthvað sem
við vitum ekki einu sinni að voru til og við vitum ekki einu sinni að skrifuðu neitt. Því það náttúrulega líka þannig, sagnfræðin er náttúrulega full af sagnfræðingum, við vitum að þessi maður skrifa svona og svona mikið þetta. Heimild sem verið geggjað að hafa í dag, en er glötuð. En svo náttúrulega maður lítur á þetta, einmitt, að þú segir einmitt að þessi guðspjöld séu svo góðar heimildir í rauninni og svo svona lítið til á öðrum heimildum. Já. Að þú veist, ef maður lítur bara svona út frá svona trúleysingjaglérugum sem er samt svolítið fáránlegt orða því að þú veist, ef þú ert að stúdera allt annað heldur en þetta, þá ert að líta út frá trúleysingjaglérugum að því minna ef ég er að stúdera heiðin sið, sko, þá er ég líka alveg að líta það frá trúleysingjaglérugum, sko. En sko, ef maður gerir það þá sko þá er það kannski, getur maður spurt sig, getur það verið, þú veist, að þarna eru svo góðar heimildir, þarna eru svo góðar sögur, skilur að þess vegna urðu þær svona merkilegur og fengur svona mikla athygli og urðu að þessum trúarbrögðum. Já. Það er spurning, en það er samt sko að það sem er náttúrulega líka áhugavert, við sjáum það líka þegar þú lest til dæmis þessa texta þá í Nýja testamentinu, að þá sjáum við þess að menn eru með mismunandi heimildir. Það er svona sko, Nýja testamentin er líka svo áhugavert upp á heimildir, því sko þú ert með samstofn og guðspjöllin til dæmis, það er Markús, Mattheus og Lúkas og svo Jóhannes sér, að því við sjáum sko Jóhannes hafði allt þar heimildir heldur en hin þrjú, og við sjáum ennfremur að Mattheus og Lúkas, þeir höfðu báðir aðgang að Markús og guðspjalli og nota það. Þannig að þú sérð sko að það voru allavega mismunandi sögur, örugglega mismunandi sjónarvottar, mismunandi kannski textar sem eru skrifaði niður, til dæmis hafa fræðimenn ímyndað sér eða sett fært rök fyrir því að það hafi verið til texti sem kallaði Q fyrir kvelle á þýsku, því bara kvelle heimild, og til dæmis sko að Markús, Mattheus og Lúkas hafi unni með þann texta og þar hafi verið skrifið niður ykkur Jesú orð, og til dæmis hefur maður séð sko að jafnvel mögulega Tómasar guðspjall sem ekki er hluti af biblíunni, að það hafi jafnvel líka haft aðgang að þessum Q-texta. Þannig að þá sér maður sko, það er búið að hanna og þróa allavega svona aðferðir til þess að lesa framhjá trúarlegu textunum eins og Jesú að rekja illa anda úr ykkurum og setja það inn í svínin og svo steypa svínin sér fyrir björg. Maður horfir framhjá slíkum textum og horfir á textana sem eru sko sagnfræðilegir eða sko hafa meira sögulegt gildi. Já, andlega bara svo eins og með allt annað. Eins og með allt annað, þú veist, ef það kemur eitthvað yfirnáttúrulegt fram í einhverjum fornheimildum þá hefur við leitt svona hoppa maður yfir það. En mér fannst reyndar alltaf svolítið athyglisvert, það var einhver ég hef sagt það áður í hlaðvarpinu, einhver sagfræðingur sem sagði mér þetta, þú veist, að ef heimildin segir að Marja May hafi komið og byrst á það á sölunum með eitthvað, þú veist, hver þú að segja að það hafi ekki gerst? En það er kannski svolítið svona róttækt sjónarmið. En það er auðvitað, ég var einmitt að sjá eitthvað svona yfirferð yfir það sem menn hefur verið að skrifa, því þetta kom svolítið á 19. öld, voru svolítið mikið svona í anda einmitt svona vísindahyggjunar og svona, þetta voru menn, og líka því þá var það kannski svolítið nýtt með það sem áður hefði verið að menn voru að koma fram í hrönnum og skrifa um þetta og koma þá með þá nýju hugmynd að þetta væri ekki satt, skilur þannig að ef þið ekki breytt vatn í vín í raun og veru, en margir komast að þau eru niðurstuðu að særingarnar hefðu samt verið samt verið gerst raunverulega sko, þó hann hefði ekki verið að galdra sko. Mitt. En það er líka þessi menn eru almennt sammála að Jesú flakkaði þarna predikaði þennan boðskap sinn og var með einhverjar andasæringar, einhverjar hundakúnstir, en það er samt að þú getur alveg skotið því eins sko að í Jóhannesarguðspjalli eru engar andasæringar. Nei. Þannig að en ég menni svo kraftaverkin og svona. Jú, náttúrulega kraftaverk. Og það er náttúrulega ef maður trúir því að hann að borða að Jesús sé sonur Guðs og hann hafi risið frá dauðum og hann sé til í raun og veru ennþá, þá getur maður alveg eins trúa því að hann hafi farið með galdra. Já, maður getur alveg gert það. En ég getur svona lofaður því að í flestu guðfræðideildum heims þá eru prófessorarnir þessu ekki að halda þeim boðskap á lofti.
Nei, mitt. að þessar andasæningar hafa átt sér stað Nei. en eru samt að öðru leyti trúaðir og Menn prestar. eru sammála það að það sé myndlíking Það er nefnilega eða skreiting. tunglsíki. Ah. Hvað myndur þessi halda að tunglsíki væri? Tunglsíki það er náttúrulega bara einhver andleg veikindi, það er einhver geðsjúkdómur. Já. Og það er það sem að til dæmis er stundu talað ég man ekki hvort það sé Markusi eða Lúkasi eða hvort það sé jafnvel Mattheusi. En þá til dæmis er notað þetta orð, tunglsíki, og tunglið náttúrulega er venjulega tengt út að allum veikindum og já, geðsjúkdómum. En þá ertu komið svolítið út í þess að þeir eru að tala galdrana manstu, galdrafárið. Já. Að þú veist, menn eru að reyna þú veist að segja skilur hvað var að gerast þarna með svona útskýra algjörlega galdrana sko út frá svona raunsæislegum. Og þú sérð það með suma af þessum andasæningum og það er alveg augljóst að það er það sem er verið að lýsa. En akkur er menn trúa þessu samt? Akkur geta menn þá ekki bara trúa því að hann hafi verið kraftaverkamaður? Jú, að því að menn getur trúið því að það er kraftaverkamaður líka en það er samt spurning því þú er aðtjóð þetta er náttúrulega svo ef þú lappar inn í bókasafn þá trúir ekkert öllu bókstafli í bókasafninu. Nei. Það fyrir allt eftir því hvað þú ert að lesa. Ok, þú ert að lesa ljóð þá trúir því ekkert að ljóðskáldi raunverulega hafa séð sólina að brosa og að regnboginn dansi og eitthvað slíkt. Þú veist það fyrir allt eftir hvernig textinu ert að lesa en að því að sannleikur er svo flókið fyrirbrigði. Já, einmitt. Við erum að tala líka sannleik í skilningnum hvað að segja, þýðingu eitthvað sé þýðinga mikið. Já, þýðinga mikið. Og þess vegna þetta skiptir máli þegar þú byrjar að skoða þessa texta að þá er náttúrulega ekki allt eins að því þú sér það til þess ég get bara skotið þetta með hana Meyfæðingin til dæmis á öllu líkindum er sko misskilningur og jafnvel þýðingavilla því gríska orðið Parthenos þýðir ung stúlka getur þýtt hrein mey en þýðir mjög oft á tíðum bara ung stúlka og þannig að til dæmis textin og horfir á þá textin úr Gamla testamentinu á hebreskunni þá bara að tala unga stúlku þannig að þegar 70 manna þýðingin er gerð sem gríska þýðingin þá notar orðið Parthenos þýðir ung stúlka en getur líka þýtt hrein mey þannig að þegar þá til dæmis guðspjallamaðurinn þá var að vinna með 70 manna þýðingunum fyrir fram hansi þá túlkar hann þetta sem mögulega meyfæðingu. Já. Og þarna þú veist þegar fræðimaðurinn veit að þarna er öll líkundum þýðingavilla og hvort að Jesú hafi verið sko fæddur hreinni mey eða ekki skiptir engu máli fyrir trúna og hver Jesú var sem sögum persóna eða Jesú Krist. Af því það er boðskapurinn sem að Já, af hverju er maður þá að hengja sig upp í því? Nei, þetta er boðskapurinn kannski raunin sem skiptir máli sem við erum að segja. Það er nefnilega máli. Já, af því að ég hef talað um þetta með sko að það sé svona nútíma fyrirbrigði skilur að sannleikur sé fact sko staðarindir fatturðu á meðan sko fornaldar menn og auðvitað tengist þetta öllum öðrum fornaldar bókmyndum og svona kannski að þú veist að sannleikurinn var ekkert endilega það sem að stendur á blaðinu skilur heldur það sem þú ert að heldur sannleikurinn á bakviða sko þannig að eins og dæmið þetta með sko að ef að ég ætla að segja eins og hann sagði að þessi hérna sem ég nefndi áðan Aslan nefndi þetta einmitt sem dæmi sko að ef ég ætla að segja að þú sért góðhjartaður Ólafur þá myndi ég segja sko þú ert góðhjartaður og þú sé bara staðrind góðhjartaður en ef fornaldamaður ætla að skrifa að þú værir góðhjartaður þá myndi hann segja sko Ólafur vaknaði morguninn og fór út og sá þar nakinn heimilislausan mann og hann kastaði af sér klæðunum og vafði heimilislausa mannin í klæði sín þá ertu að segja hann sé góðhjartaður hvort það gerðist í raun og veru skiptir ekki máli. Nei en það er alveg ágætis punktar þegar þú náttúrulega sér það saman náttúrulega með þess að við höfum talað um áður með allar þessar ræður í gömlum sagnfræðiritum. Jú, auðvitað var sagnfræðingurinn ekki með aðganga að ræðunni en sannleikurinn er kannski meira sá sko að þetta er það sem hann hefði getað sagt. Og þegar Heródótus segir sko persarnir voru með 500.000 rittarliðsmenn og eitthvað svona þá var hann kannski segja bara þeir voru margir. Já, og það er það sama, tala um 40
þegar til dæmis að Jesú var 40 dag og 40 nættur í eyðimörkinni, það þýðir bara að hann var marga daga. Gyðingar voru 40 ár í eyðimörkinni, það þýðir bara að það voru marga daga. 40 er notað aftur í þeim skilningi, eins og við myndum segja 1.000.000. Ég gert það 1.000.000 sinnum. Já, ég gert það 1.000.000 sinnum. Já, það þýðir ekkert að ég hafi bókstaflega gert það 1.000.000 sinnum. Og það var svo spurning, þú veist, þetta er gott dæmi, þú veist, hvað er raunveru sannleikur? Þú veist, sannleikurinn er náttúrulega getur verið svo mikið viðfemri. Já, ég veit. Herðu, við fara að klára þessa yfirferð hérna með Jesú. Já. Hérna, er eitthvað meira svona þetta að segja með þennan jarneska mann? Nei, við mörgum sagt svo náttúrulega mikilvægast að það sem að maður veit svona 99,9%, og þá var náttúrulega líka að hugsa þá sem þessar góðsagnamenn, það er svona nokkuð á hreinu og síðan náttúrulega ertu með allan svona millistig út af þar. Hluti sem kannski líklegt að Jesús sagði, þetta vitum við hann sagði ekki. Til dæmis það er áhugavert að Grikkirnir mjög hrifnir að vera með allar svona puns, svona orðaleiki og þannig. Þannig til dæmis þá að þeir voru að lesa í guðspjöllunum eitthvað sem er þá orðaleikur á grísku. Já. Þá vitum við það er náttúrulega ekki eitthvað sem Jesús sagði, því það virkar ekki á arameísku. Og Jesú, talaði á arameísku. Hörru, það er einn íslensku sagnfræðingur sem hefur skrifað bók Jesús. Já. Sverrir Jakobsson, saga í Kristur, saga hugmyndar sem kom út fyrir nokkrum árum síðan. Já. Tala svolítið svona þessa hugmynd í svona menningarlegu minni. Hefur lesið þá bók? Nei. Einmitt. Nei, við hvað bók það er, ég ekki lesið hana. Þetta er mikil gróska í þessum fræðum. Já, það er það. Ég er náttúrulega líka saga, það er náttúrulega hugmyndirinn, það sem maður kallar hérna reception history, náttúrulega líka mjög áhugavert fyrirbrigði. Hvernig var Jesús túlkaður hvað við segja á 14. öld í Íslandi. Einmitt, og þessi hugmynd sko, það hvernig þessi mynd mótast og verður til burt sér frá þessum mannlega Jesú en enn og aftur maður sér það er alveg ljóst sko, að sama hversu mikið við reynum að tala hinn sögulega Jesú, maður fer alltaf að tala hinn trúarlega Jesú því hann er miklu stærri sko. Hann er mikið stærri og þess vegna segi ég það skilur hann er, það er basically það sem hann er skilur Herðu, hefur ekki bara að fara að segja þetta gott af þessari yfirferð hér í dag? Jú og svo kannski rétt bara skjóta þetta inn í lokin að hann nefnt sem ég vísaði hérna í byrjun, hann Bart Ehrman hann er náttúrulega líka skrifað mjög góða bóku það hvernig þessi sögulegi maður Jesú varð þá að Guði. Nákvæmlega. Það er til að segja ykkur á áhuga á því, þá er einmitt bara leitað Bart Ehrman, þá séum maður strax bækurnar hans og hann er einmitt skrifað heilmikið alla þessa sögu, mjög flottur guðfræðingur. Nákvæmlega. Það er flott. Að því sögðu held ég að við kveðjum bara hérna í daglegum minn og við förum bara að fá okkur jólabjór og smákökur. Einmitt. Og það er mikilvægt svona í jólatíðinni. Nákvæmlega. Og bara óskum hlustendum öllum til sjávar og sveita gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári og sjáumst þér fjallhress á nýja árunu eða jafnvel aðeins fyrr. Já, jafnvel aðeins fyrr. Verið sér.